ef við myndum senda þau skilaboð að þú afplánar í einhverju öðru ríki og þurfir bara að takast á við þann veruleika og svo þarftu bara að koma þér heim til þín hvernig sem þú gerir það, þá myndum við senda þau skilaboð að við erum ekki að fara að taka þátt í neinu fíflalátum og ekki þessari stjórnleysu meðvirkni sem að við höfum séð núna á Norðurlöndunum sem að þau eru náttúrulega að reyna að vefja svona tilbaka að einhverju leyti, þar sem að Mette Frederiksen til þess að taka hart á þessu núna. Hún er líka núna að taka hart á menningatengdum málum þar sem hún er að fara að setja allar stúlkur verða með í því að vera þetta svona lottery draft þar sem að þú gætir þurft að sinna herskyldu og að konur þurfa núna að gera það líka og við vitum alveg að þegar að ákveðnir hópar sem að koma allir frá Miðausturlöndum, það er mjög ólíklegt að konur fái fyrsta lagi að fara í herinn sem að eru til dæmis á svona íhaldssömum múslimum eða svona múslimskum heimilum og það er líka mjög ólíklegt að þeir myndu vilja berjast undir flaggi NATO og það er þetta sem er náttúrulega svolítið vandinn að fólk sko aðalega bendlar sig frekar við til dæmis að vera frá Pakistan ef það kemur frá Pakistan en býr í Bretlandi, sama á við Bangladesh, sama á við mörg Norður Afríkulönd og það er þetta sem er svolítið vandinn, þannig að þegar við erum komið með mjög stóra hópa sem eru frá ákveðnum ríkjum að þá verða þau bara ríki innan ríkis. Þau verða mismunandi menningarheimar og það er út af því að það er tekið á móti of stórum hópum og stjórnlaus meðvirkni undanfarinna ára sem hefur aðalega að gera með svona réttrúnaðamálum það eftir því sem hefur verið meira meðvirk fyrir meira aðlagast fólk var náttúrulega bara einhver della, fólk aðlagast ekki nema þessi gerða ákveðna kröfur til þess að fólk aðlagist og ef við erum einhvern veginn að sko bláa gagnvart þessu hérlendis að þá erum við bara að fara að sjá þetta hérna og við getum alveg talað um það umræðan sé eitthvað erfið og umræðan sé eitthvað slæm en það breytir því ekki að við erum að fara að horfa á hann veruleika og í með linsu þeirra. Þú veist, við erum með þetta í, hvað var að segja, baksýnisspeglinum eða svona, ég veit ekki hvernig að orða það, við sjáum þetta kannski frekar gennum framrúðuna hvert við erum að fara. En við sjáum það ekkert á Íslandi vegna þess að það er engin stefna.